Jæja, kæru áhorfendur, velkomin á Reykjavíkurleikana í Klifri 2006. Við vorum rétt að hefja U17 karla umferðina. Og ég heiti Laufey Rún Þorsteinsdóttir og með mér er Garðar Logi Björnsson. Fyrsti keppandi kominn á vegginn, þetta er hann Benedikt Nóel Hinriksson. Hvernig líst þér á leiðina, Garðar? Þetta er flott slapp. Lítur út fyrir að vera alveg svolítið tæpt og svona flókið sequence í því, en lítur alveg mjög vel út. Já, hann virðist allavega að vera mjög hugsi hérna og er að spá mikið í henni og tekur sér góðar pásur hérna á milli. Já. Þetta er flókin byrjun þarna og það er alveg, þetta á litlum fótum, þannig að þetta fara rosalega varlega. Akkurat, og við sjáum að það eru 4 teip í byrjun og það er 1 teip fyrir hvern útlim, þannig að 1 fyrir hvora hönd og 1 fyrir hvern fót, og hann þarf að koma sér fyrir á byrjunargripanum hana. Og síðan ef hann nær að komast í grip sem er merkt þarna miðja, þá fær hann í mesta lagi gæti hann fengið 10 stig og svo lækkar stigagjöfin 0,1 fyrir hverja tilraun og toppurinn væri 25 og það er sama. Það er lækkað fyrir 0,1 fyrir hverja tilraun. Já. Og hann er að klára tíma sinn núna. Hann hafði 4 mínútur. Og þá er það næsti keppandi kominn á vegginn. Það er hann Sævar, já. Þannig að Sævar kom inn. Hann bara fljótt í þetta. Hann prófar eitthvað annað. Hann aðeins búinn að skipta hvernig hann er að nota fæturnar. Og þótt að leiðasmiðir hafi sett upp leiðina með einhver ákveðna lausn í huga, þá mega keppendur að sjálfsögðu búa til sína eigin lausn svo lengi sem að fylgja reglunum að byrja á þessum 4 byrjunarstöðu gripum. Og já. Hann reynir hann svolítið öðruvis sem hann var að gera áðan. Það er alveg, ætli hann geti teygt sig núna í, nei, Já, ég held að það hefur þetta er alveg erfitt þarna þarf hann alveg að krossa langt í gegnum með fæturnar til að komast og ég held að það verði mjög erfitt að reisa sig upp. Hann gæti náð að teygja sig í sónið og nota það þannig, en ég veit ekki hvort hann gæti komist áfram úr þeirri stöðu. Ok, þannig að hvort heldurðu að hann haldi áfram að reyna sömu aðferð eða prófa eitthvað nýtt? Hann var mjög nálægt til að teygja sig í það þannig ég held að hann gæti prófað þetta kannski einu sinni, en kannski væri sniðugast að fara bara í hitt. Þannig að sýnist mér að hann sé að reyna sama aftur. Já, og hann reyndi sem sagt þannig að samanbyrða aftur en það gekk ekki alveg. Ég held að hann þurfa að fara að skipta í annað betta ef hann vill ná þessu. En þannig Já, okkur tókst ekki að hafa klukkuna hérna fyrir ykkur áhorfendur en á 1 mínútu og 10 sekúndur eftir á klukkunni. Þannig að hann hefur ennþá smá tíma í góða tilraunir til að ná miðjunni. Já, það er alveg, ég held að hann hafa alveg 2-3 tilraunir í miðjuna. Ef hann er fljótur í gegnum byrjunarpartinn. Þar sem þetta er slapp þá þarf ekki að hvíla mikið. Þarna fer hann í það sem getur verið mest einasta góða hans. Það reynir aftur að fara beða maður nær hann alveg upp en
reynir að skipta fót en það eitthvað ekki alveg að virka hjá honum. Þannig fer hann í cross aftur í gegn. Þann á poppar rétt svo af. Það eru 15 sekúndur. Og heyrum í klukkunni. Og þarna snert hann miðjuna. En það er ekki nóg. Það þarf að halda henni og búa til, nota hann alltaf að búa til nýja stöðu úr. Þannig það er ekki nóg að snerta. Nei, en við erum ráslistin er settið þannig upp að fyrsti keppandi sem var Benedikt, hann var 7. inn í úrslitin, svo Sævar var 5. og núna erum við komið með þann sem var 4. inn í úrslitin, þannig að keppendur þeir náðu alltaf fleiri og fleiri stigum eftir að gengur röðina. Þannig að sjáum við að það byrjaði á leið nr. 2 líka. Hún er svolítið meira svona dýnamísk leið þar sem þú þarft næstu að hoppa í miðjuna. Þannig er Eyjólfur kominn í slabbið og er strax farinn í að prófa að stíga upp á vinstri fótinn. Benedikt alveg mikið að hugsa hvað hann ætlar að gera. Þannig að sýnist mér að leiðin vera að hugsa þannig að þú hoppar upp á hægri fótinn. Hoppar upp á vinstri, stígur síðan yfir á hægri fótinn. Mér sýnist hann sé að hugsa það núna. Hann var alltaf hann að horfið þar afgripi. Já, ég held að þetta sé að hugsa svona, ná þarna miðjunni og síðan þarf maður að reisa upp á fótinn. Hann var alltaf að komst mjög miklu nær þessu, þannig að ég held full að trúa á honum. Já. Eyjólfur er ennþá smá fastur þarna í byrjuninni, þetta eru pingulitlir fætur. Já. Einmitt, og þegar fæturnir eru svona litlir þá þarf maður bæði að treysta á það og trúa að þeir séu til staðar. Já, og síðan hjálpar stífir skór alltaf. Já, sérðu hvernig skómar er í? Er þetta skór sem þú telur að væri góður í þessa leið? Séð það ekki, hann er í einhverjum vasspartífa. Mér sýnist þetta að sé alveg ágætlega stífur skór. Síðan fer líka eftir bara hversu gamlegir þeir eru. Herðu, þarna er Benedikt, hann er kominn nálægt í að ná að halda í miðjuna. Hann er búinn að vera að snerta ná, eins og við tölum áðan. Þá er það bara ekki nóg að snerta. Hann þarf að ná að halda í gripið og nota það til að hreyfa sig áfram í næstu stöðu. Mér sýnist það sé bara að hann bara hitta aðeins betur inn á með höndina. Mér sýnist það sé kominn í alveg góða stöðu með líkamann til að halda þessu, en höndin bara ekki alveg að hitta inn á hreyfuna. Eyjólfur byrjar að reyna byrjunina í slabbinu dýnamíska. Já, við erum ekki búin að sjá það áður. Nei, hann lítur alveg nálægt, en það er mikið erfiðar að hitta inn á jafnvægisstöðu að fara svona dýnamískt, en gæti svo sem alveg virkað þarna. Já, við sáum líka að Benedikt, hann prófaði að í staðinn fyrir að reyna að grípa í miðjuna, að grípa í gripið fyrir framann. Já. En ekki aftur, þannig að það hefur greinilega ekki verið nógu gott. Já. Þarna 40 sekúndur eftir, þannig það er ekki mörg hann nær miðjunni. Læsilegt, jæja. Dettur rétt eftir, en hann náði miðjunni. Já, komið stig þar. Alltaf gott að koma nokkrum stigum og snemma. Og sérstaklega líka stigkerfi er þannig að til dæmis ef hann nær 3 miðjum, þá er það fleiri stig heldur en 1 toppur. Já. 1 toppur væri 25 en 3 miðjur væri hátt í 30. Þarna fór Eyjólfur að stíga upp með hægri fótinn. Benedikt aftur kominn í miðjuna, en tíminn er alveg að klárast og tíminn klárast aðra hann Hann var búinn að ná alveg góðum framförum í leiðinni Benedikt þarna þegar hann náði núna. Hann var kominn alveg miklu lengra heldur en áður, þannig að ef hann hefði haft auka mínútu þá hefði hann kannski náð þessu, en það er bara... Já, tíminn var ekki með honum þarna. Nei. Þá er kominn í leið nr. 1 næsti keppandi, það er Breki Einarsson. Já.
og síðan var komin í leið 2. Og þetta er svokallað rúllandi umferð, þannig að keppendur hafa 4 mínútur í að reyna að klifra leiðina og svo fá þeir 4 mínútur í pásu og þá, eftir þá pásu, þá fara þeir í næstu leið, þannig að það er alltaf svona rúllar þetta svolítið áfram. Við förum bráðum að sjá keppendur í leið 3 og svo framvegis. Þannig að sáum við Sævar prófa svolítið öðruvísi betta í byrjuninni og reyna að hoppa bara beint áfram yfir á hægri fótinn í staðinn fyrir að reisa sig fyrst upp á vinstri og halda því þannig. Mér finnst hann alveg geta það en ég held að þetta sé erfiðara. Já, einmitt. En samt eitthvað sem að lægri keppendurnir gæti þurft að prófa. Já, akkurat. Og Breki er hann var komin vel á stað þarna í slappinu í leið nr. 1. Já. Sævar hvíla smá og setur þarna hugsi. Já, taktísk hvíld. Já. Síðan getur hjálpað rosalega mikið búin aðeins losa allar hugsanir til að finna bara, þú veist, hvað væri best að gera. Akkurat. Af því að það er ekki nóg að vera búin að æfa upp líkamlega styrk fyrir klifur. Þetta er svo mikið taktísk hugsun sem að er á bak við þetta. Þannig að Sævar að hugsa að fara með vinstri höndina í miðjuna og halda áfram í vegginn með hægri höndina til að stoppa sig. Og hann er eiginlega bara búinn að prófa þessa aðferð, ekki að stoppa með hægri höndina í miðjuna. Hann hefur ekki lesið það þannig og það getur verið hættulegt að festast svona í einu betaði. Annars hefur við Breka, hann stígur bara beint þarna út til hægri, sleppir bara öllum nærri fótunum. Gæti alveg, hann er... Já, ég held að það sé nokkuð nálægt. Þetta er frekar lítið grip sem hann heldur þarna í, þannig að það þarf alveg að... Hann gæti þurft að spyrna sig svolítið yfir á hægri fótunum. Já. Hvíla 1:30 eftir, þannig að það er ennþá nokkuð góð. Já. Og þetta eru báðar svona leiðir sem að maður getur tekið alveg frekar mörg góð í. Það er reyna ekki klikka mikið á mann svona líkamlega. Þarna er alveg mjög nálægt í að heitir ná þetta. Breki er einmitt að snerta miðjuna en hann er svo sem ekki að nota hana, þannig að kannski næra eins og núna. Já, þarna næri hann ekki alveg að koma sér nógu mikið yfir til hægri til að reynsa sig upp í hennan. Gripið sem hann er að koma í þarna með hægri höndinni er alveg gott, en ekki þurft svona alveg undir því. Þú ert að koma svolítið upp í það til að geta notað almennilega. Akkurat. Þannig að sjáum við hvort Sævar náður þessu aftur. Það hittir ekki alveg inn á miðjuna. Rúmlega 30 sekúndur eftir. Þannig hafa mestarlegi 2 góð eftir. Og það Sævar hittir aftur ekki alveg inn á. Og Breki er nálægt þessu en... Finnur fótinn. Já, þetta ætti að vera són. Ég myndi þetta með miðju en já, þetta er komið. Ok, nær hann að tíminn yfir eftir 5 sekúndur. 5 sekúndur, Sævar tekur 1 loka góð. Þetta er næstu í hennar en ekki alveg. Já, það er einmitt smá hættulegt að taka svona loka góð þegar tíminn er að vera búinn og drífa sig svo mikið. Já. Ég held að ef hann hefði haft aðeins meiri tíma þá hefði hann vandað sig meira. Já. Þarna sjáum við Heimi koma inn, hann var í öðru sæti inn í úrslitin. Og alveg er frekar segur á slappi, þannig það er skemmtilegt að sjá hann taka þetta. Já, og þarna er Benedikt komin í 3. leiðina, þannig að við erum að sjá hana í fyrsta skipti. Hún er þarna að við sjáum að vel yfirhangandi, þannig að það er aðeins meira svona power í sem þarf í hana. Já, fyrstu 2 er alveg svolítið meira svona tæknilegar. Þarna sjáum við Eyjólf bara strax ná miðjunni. Já, virkilega vel framkvæmt tæknilega hjá honum. Þarna er þetta kemur sér alveg inn í hornið og gerir tilbúinn í hoppið. Og bara nær ekki alveg, hann leit út
svona að reyna að stoppa á fyrsta, en ég held að hann sé ekki klikkanslega góður, kannski geta sumir það, en mér sýnist að þetta hafi verið hugsað sem að halda beint áfram í lokagripið. Ég held að það sé rétt hjá þér. Ég allan að myndi, halda áfram í lokagripið eða lesa það þannig. Já. En hann ákveði að velja þetta og svo spennandi að sjá hvað hann gerir í næstu tilraun ef hann kemst jafn langt. Hvort hann reyni aftur að stoppa sig eða komast áfram. Hann leit allavega mjög vel út hjá hann bara nær miðjunni strax aftur. Bara komið með byrjunina bara alveg af stað. Það sjáum við Benedikt maður að halda höstum núna í yfirhanginu. Eyjólfur gerir tilbúinn, hoppar og hann nær að hoppa. Nær að fæta hennum upp og í næsta. Já, þetta fyrir Eyjólf. Glæsilegt. Komið fyrstu toppur, tínast inn stiginn og þarna er Benni kominn í næsta grip og Heimir er líka komist lengra áfram. Svolítið erfitt þarna er hann að reyna að stíga yfir á vinstra byrjunargripið hann Benedikt sem er bara alveg með engri áferð, þetta er bara svo kallar no text þannig að maður fær ekki mikið út úr fætinum að stíga þar. Nei, en það er samt kannski hægt, en það er bara virkilega að trúa á hann. Já, en alveg erfitt þarna því þarna er hann í stuði sem að þarf eiginlega að vera að ýta eitthvað í hægri höndina til að halda, en gæti með nógu mikið styrkna á því. Já. Þannig að sjáum við að hvort hann reynir sama aftur. Já, það er rétt mínúta eftir á klukkunni. Já, hann er aftur kominn í kantinn. Tegur núna hælkrók á honum. Og reynir að þetta þarf svolítið mikinn smá axlastyrk í þessa hreyfingu, já, þetta er alveg mjög axlamikil hreyfing. Þannig Heimir ennþá vinn í slabbinu. Hann reynir að reisa sig upp þarna. En er ekki alveg að ná. Þetta eru ekki mikil grip sem hann er að grípa í þarna. Það er bara svona rétt svo. Einmitt og hann það reynir hann að skipta um fætur og það er svona mjög mikil nákvæmnisvinna. Já. Núna bara 15 sekúndur eftir, þannig bara seinasta tilraun. Benedikt skellur sér í eina viðbót. Heimir nær að skipta fót en það drífur svo mikið og þetta er núna kemur seinasti keppandinn áfram, Daniel. Stigahæstur í undanúrslitunum. Já. Og Breki kominn í leið 2 og Sævar í leið 3. Sjáum við hvernig þetta. Breki nálægt fyrstu hreyfingunni í leið 2. Já. Bara aðeins hann hitti í höndina alveg strax inn, svona smá tíma og datt út frá veggnum. Daniel að reyna að skipta um fót. Já, tekur sér tíma. Við sáum Heimi með prófa það þarna seinustu tilraunina og hann ná að skipta um fót en þá var tíminn bara búinn. Já. Sjáum við að Breki hittir henni á miðjuna. Það var spennandi að sjá hvort hann reynir að stoppa sig í næsta gripinu eða reynir bara að koma sér beint í áfram í síðasta gripið. Ef þú ert með styrkinn til að stoppa þá er það réttara. Þú ert ekki að hugsa mjög mikið. Þannig að reynir að teygja sig bara beint í. Já, en það er auðvitað að það er smá erfitt. Já, nei, bara rétt svo hittir ekki seinasta. Þarna er vandamál, hann er með líkamann svo langt yfir til vinstri að það myndir svo svakalega mikil sveifla þegar hann hoppar. Akkurat, og ég held sko, hann er aðeins hávaxnari heldur en Eyjólfur og ég held að Eyjólfur, hann kom sér rosalega vel inn í hornið hana, kom sér í góða stöðu. Við sáum það alveg þegar hann reyndi að fara yfir að stíga á hægri fótinn,
Tíminn Líta hálfnaður. þarna á klukkuna sé ég. Hún er þarna upp á vegg. Sævar og Breki fara til byrjun með það. Lærð hreyfing. Hann er búinn að ná þessu einu sinni og þá nær hann þessu líklega svona í Þarna- flestar. Tilbúin fyrir hoppið. Smá pása, Kvilla. Ok. Ó, já, þetta er bara... Já, annað dettur aftur í seinustu hreyfingunni. Sævar þarna að koma smá fram í yfirhanginu en ekki alveg í hana kant. Sjáum hvort Breki reyna aftur, koma sér inn í hornið. Annars sjáum við Breki alveg aðeins stærri en Eyjólfur, þannig að aðeins verið staða fyrir hann að ná hoppinu út en ætti samt alveg að geta að ná því. Þannig að, já, og þannig að fer hann beint áfram með þessu. Það voru 12 sekúndur eftir á klukkunni það náði þessu, þannig að það var ansið tæft en vel gert. Og nú eru allir keppendur búnir í fyrstu leiðinni og þá erum við komin að hérna fjórðu leiðinni og byrja á því. Heimir í slappinu, Eyjólfur í yfirhanginu og Benedikt í voljúmaleiðinni fjórðu. Þannig að sjáum hvort Heimir nær miðunni. Já. Fer ekki alveg nógu mikið yfir á hægri fótinn. Það er líka spurning sko, hann er að fara með vinstri hendina í miðjuna. Ætti hann að vera að reyna að fara með hægri? Já, þannig gerir hann einmitt það. Það er alveg fljótt sem hann fattar þetta. Sjáum hann reyna að koma sér þarna inn í hornið, mynda jafnvægisstöðu þar. Já. Ég er nokkuð spennt fyrir þessa leið sem að Benedikt er komin í. Leið nr. 4. Já, Heimir dettur þarna. En já, leið nr. 4, þetta eru bara voljúmar eða kassar í þeirra leið. Það eru ekki grip. Og þetta er smá flókin byrjun oft. Það getur oft verið svolítið flókið að klifra á voljúmum því það er svo mikið af möguleikum. Svona leið, sérstaklega þessi, sko, hún minnir mig bara á útiklifur, Búldel. Þau eru komin út í kletta, svona einhver óreglulegt og svona margt í boði. Já, það er alveg, já, þarna tengist alveg að rosalega margir möguleikar í boði, það er ekki. Þannig ekkert augljóst. Já, með flest gripin er mikið augljósara hvar þú átt að grípa og hvernig. En þarna er þetta svolítið meira, mér finnst maður oft svona enda á að reyna að vera bara svona rífa sig einhvern veginn í gegnum þetta. Þarna sjáum við Heimir koma í toppinn. Gerir eins og Breki og svona pedala sig áfram í toppinn. Nú sjáum við Benedikt þannig að það er reyna að koma þess að byrjun. Þetta er alveg erfitt svona pinch í byrjun, alveg svona stórt langt grip sem maður þarf að klípa. Já, og það er enginn einn augljós staður sem er bestur kannski, hann þarf aðeins að finna hvaða... Já, það er alveg, já, það er alveg svona... Smá svæði sem er í boði allavega, sem að... Já, það fer líka bara eftir svolítið svona handastærð hvað er best að grípa á þetta grip. Einmitt. Eyjólfur, það kemur ekki alveg vinstri höndin upp á þetta. Það er alveg, maður er með fæturnar svolítið svona langt í burtu, þannig maður þarf að vera að halda alveg svolítið miklu svona í fæturnar. Kjarnastyrkur. Já, þetta er alveg svolítið mikil kjarnastyrkur og alveg líka að maður þarf að vera sterkur í kálfunum og Já, einmitt, halda þessum tákróki. Það eru 40
40 sekúndur eftir á klukkunni, þannig að þeir taka væntanlega alltaf eina góða tilraun í viðbót. Já. Þeir eru báðir í alveg svolítið svona powerful byrjunum, þannig gæti alveg verið sniðugt fyrir að hvíla. Erum við saman að Eyjólfur var kominn í kantinn litla, þannig að hann er búinn að ná að komast lengra og lengra. Já. En það er ekki mikill tími eftir á klukkunni, 15 sekúndur. Já. Já. Það sjáum við að reynir aftur í kantinn, en næstan sé bara alveg búinn á því. Þannig að þeir eru í klukkunni. Sjáum við Daniel koma í leið 1, Breka koma í leið 2, Breka koma í leið 3 og Sævar í leið 4. Og þá er fyrsti keppandi búinn að reyna við allar 4 leiðirnar, hafa Benedikt og... Bara alveg búinn. Já. Fer svona að líða á seinni heimleikinn á þessu umferð. Daniel, hann bara stígur beint upp til hægri. Já. Hann lítur út eins og sé ekki alveg að ná að koma sér inn í þetta hóp. Nei, smá vandasum staða, jú. Jú, hann hefur verið. Svona, já. Flott. Já, smá stælar. Og það bara að stoppa smá hangandi. Og hann toppar þetta flott frá sjónunum. Mjög flott. Það kemur mér rosalega góða stöðu stíðlega sitt. Já, það er alveg, þetta er svona lykileiðin til þess að þú þarft að ná þessari leið að þú vilt hafa séns á að vinna þetta. Þannig að við Breki kominn í kantinn. Smá fastur eftir það. Þetta er erfitt múl því maður er ekki með fót til að spinna sér í þennan stóra næsta. Svo ég er bara að spá sko að því tákroppnum sem maður heldur þarna niðri. Já. Heldur að hjálpa honum að halda táknum áfram eða ætti hann að vera að sleppa honum? Sko, þú ættir að halda honum áfram í kantinn. Já. En síðan myndi ég reyna allan að sleppa fyrst einum fætinum, reyna að stíga eitthvað á vinstra byrjunargripið. Já. Og reyna að ná nóg úr því, jafnvel taka svona tákrók eða hælkrók á því til að reyna svona að ná einhverju. En síðan er þetta bara rosalega mikið axlarhreyfing og þarf alveg mikið að hafa þetta í öxlinni. Já. Sævar bustar hann að gripinn í 4. leiðinni, kassana. Það hefur verið alveg mjög mikilvægt að... Já, af því einmitt þarna, það er ekkert grip í rauninni, hann er bara að klípa þarna utan kassana. Þannig að viðnámið skiptir rosalega miklu máli. Já. Þetta er alveg, það eru oft mjög fljótt sleipir þegar það byrjar að samlast kalka á þeim. Og sjá það núna reyna að hann bara missir þessi aðeins út af í sveiflu. Já. Ég átta mig ekki á því sko hvort að hversu góður fóturinn til vinstri sem hann er að byrja á er. Hvort hann á eitthvað að halda í spilni. Hann syns mér ekki það góður því hann snýr svona svolítið í burtu frá. Þú ert ekki að ná að stíga svona beint á hann. Já. Þannig að hann snýr svolítið í burtu frá þér. Þannig sjáum við heimi að hann er aftur kominn í kantinn. Reynir hann að setja þurr. Já, hann nær að halda hægri tákroppnum. Það er ekki alveg að halda sveiflunni tilbaka. Nei, 45 sekúndur eftir klukkunni, ætli hann taki eina tilraun í viðbót að reyna það. Þetta bara, eins og sem þetta tekur smá tíma, þessar tilraunir í þessu leið. Og þetta er mikil orka sem hann er búinn að nota, hann fer bara beint í þetta. Ætli hann hefði kannski verið betra að hvíla. Já, það er spurning. En hann er kannski að reyna að veðja þá að ná... Já, hann fer aftur í tvöfalda tákningin, nær hægri höndin áfram. Og bara rétt svo þetta, já. Sævar var líka farin að komast lengra í 4. leiðinni. Já, hann breyfir strax í annað mér syndist hann hefði átt að hvíla meira þarna, gefur sér bara eitt svona gott lokagó. Sævar farin aftur í þetta, það eru 5 sekúndur eftir, þannig að... Síðasta leiðin hjá honum, þannig að hann hefur kannski engu að tapa. Já, reyndar, oft reynir maður
svolítið bara svona alveg á sig að þessi tími klárast í seinustu leiðinni. Jæja, þá erum við með keppendur í 3. og 4. leiðinni. Það eru Heimir og Eyjólfur. Já, núna bara umferðin meira hálfur allir búin með 1. og 2. leiðina. Eyjólfur að reyna að finna hvað besta gripið er þarna á byrjunar. Finnur það ekki alveg og Heimir komin fljótt í kantinn. Já, hann er fljótur að koma sér áfram hana. Þarna reynir hann svolítið öðruvísi betaheldur en hann Breki var að reyna. Þetta virkar bara mjög vel hjá hann. Hann er komin áfram í... Já, svona sleppur hann við það að þurfa að gera axla hreyfinguna. Já, hann bara nýtir tækni. Komin í miðjuna. Þetta er alveg... Þetta er langt múið í toppinn. Hann næri ekki að reyna að teygja sig hann yfir með hægri höndinni. En hann er með þarna mjög dýrmætt stig. Já, náði miðjunni. Það er með alveg nægan tíma eftir. Ef ég væri hann myndi ég líklega bara núna taka góða hvíld og bara vera með nóg orku í þetta lokamúf. Þannig þú heldur að það væri betra að fara upp með vinstri hendina þetta? Já, ég held það. En þetta er alveg... Mér finnst hann var að reyna að halda fótunum og halda ennþá alveg tensionin í fæturnar þannig að hann gæti bara að fara með hægri höndina og bara haldið sér þannig og komið sér hann rólega upp með vinstri. Þannig að þú heldur að þetta fara aðeins meira dýnavist bara og bara go for it? Já, en það er erfitt samt að segja. Hitt gæti líka alveg virka. Þannig að sjáum við Eyjólf ennþá vera að vinna í byrjuninni á leið 4. Finnur bara ekki alveg gripið á fyrsta. Heimir er kominn aftur í kantinn. Reynir bara sama aftur, nýtti svona vel seinast. Hann fór úr stað því að tíminn var hálfnaður, svona 2 mínútur. Hann hefur ennþá alveg mikið eftir. Sýnist hann að reyna aftur að nakrossa. Já, heyrðu. þetta er nefnilega erfitt að halda. Hann reynir hann svolítið öðru hittir bara ekki alveg inn á. Nei, lítur klukkuna að því að hann er farin að koma til næsta stað. Það er náttúrulega vandamálið við að fara á með hægri höndina. Þú nærð í gripið en þú ert svolítið fastur og getur ekki alveg komist með vinstri höndina líka. Líka með svolítið langt til hægri þarna. Já. Þannig leið og slepp vinstri höndinni þá fer þetta eiginlega allt nema þú náður að halda nógu miklu þrýstingi í hægri fótinn. Hlusta svolítið, nú er komin undir mínúta eftir þannig að hann hefur líklega bara eitt gott go. Ákveður að taka það núna. Hérna aftur. Rennur aðeins á miðjunni. Kemur aftur, sjáum hvað hann reynir núna. Þá reynir aftur með hægri höndina, já. Já, hann er bara búinn. Það eru 15 sekúndur eftir, Eyjólfur er ennþá þarna að reyna þessu byrjun. Þetta er flókið grip og örugglega orðið sleipt núna. Já, hann var nú kannski eitthvað að busta en það er erfið leið. Já. Það var það Daniel og Breki. Daniel í leið 3 og Breki í leið 4. Svo það sem ég þekki af Daniel þá held ég að þessi leið hendur rosalega vel. Já. Það er spurning hvort hann fatti þetta beta sem að Heimir var að gera af dagbókinn eða hvort hann færi beint í axla. Já, en svo spurning sko, Daniel er aðeins hávaxnari en Heimir, þannig að spurning hvort þessi tákröfur myndi passa honum vel. Ég held náttúrulega ekki, ég held þeir séu frekar svipaðir sko. Já, þeir séu bara mjög svipaðir í hæg.
að Daniel strax komin í. Hann, já, hoppa bara beint áfram, já, þarna sjáum við styrkið. Og bara beint upp í miðjuna. Sjáum hvort hann vinnur þetta eins og Heimir. Nei, hann fer hana að. Þannig að það sem gerðist, hann missti hægri fótinn aðeins mikið út og þá rann vinstri fóturinn til, annars snerist út af fætum. Þannig að hann þarf bara að vanda sig aðeins. Já, Halda spennunni. þetta er erfiður fótur með vinstri, því hann er bara að stíga þarna smá svona á hornið á kassanum. Þannig það er erfitt að halda. Hann gæti reynt að gera eins og Heimir gerði þegar hann var að fara með hægri höndina, nema bara að fara með vinstri, þar sem þú ert svona svolítið að snúa þér til vinstri og snúa miðjumunum til vinstri og stíga niður í hægri fótinn. Og þannig alveg að maður getur stoppað þig frá því að missa því í sveiflunni út þegar þú ferð áfram. Hann er að hvíla vel, þannig að Já. Það er 2 mínútur og 20 sekúndur eftir, þannig að hann fer væntanlega af stað í kringum 2 mínúturnar, það er líklegt. En Breki er þarna að glíma við kassana. Já, þetta er flókin byrjun. Búinn að vera að busta líka. Alveg ennþá enginn búinn að komast í þarna 3. kassan. Nei, Sævar var nálægt. Já, hann að halda sér í öðrum kassanum en hvort ekki alveg. Ég held að þegar maður kemst í annan kassan, maður þurfi að fara upp í hælkrók á byrjunargripinu til að nota fótinn til að tósa mjöðmynda nær og ofar. Þannig að Daniel kom inn í leiðina með 1,5 mínútu eftir. Þannig, já, hann bara flýgur í gegnum byrjuninu aftur. Sjáum hvort hann reynir núna. Hann var nefnilega, hann sneri sér til að var að snúa miðjumunum til hægri, þannig að náði ekki alveg jafn miklu þyngd í vinstri fótinn og hann hefði kannski viljað. Sáum að vinstri fóturinn poppaði fyrst af. Hann hefur alveg tíma fyrir eitt gott hvíld og eitt góð í viðbót. Hann er að Breki liggur undir dýnunni. Liggur undir dýnunni hugsi. Já. Hugsandi hver setti þetta eiginlega upp. Þannig að Daniel kominn aftur. Við alveg 40 sekúndur eftir hann, nægur tími. Það reynir núna bara að hoppa sér beint upp í en þarna eru bara engi fætur eftir þegar hann kemur upp í toppinn. Það leit svolítið eins og hann ætlaði bara að spyrna fætunum í vegginn, en það er kannski ekki nóg. Já, þetta er alveg gott grip, en þú þarft samt að hafa fætunar eitthvað. Þú nærð ekki að hanga í því, þú þarft að hafa fætunar til eitthvað móti. 10 sekúndur aftur á klukkunni. Hérna bara flaut hann upp, já, næstu, hann bara aftur misti vinstri fótinn. Og klukkan. Já. Þannig 0. Þá er það bara 2 keppendur eftir. Heimir og Daniel núna báðir eftir seinustu leiðina. Já, í leið 4. Já. Spurning hvort við fáum eitthvað stig úr þessari leið. Já. Ég veit að Daniel er alveg góður í svona pinsum. Og Heimir náttúrulega líka Heimir finnir svona flott speta í gegnum leiðina. Já, hann er einn af þessum klúðurum sem er oft svolítið klókur. Já, átt alveg segur að finna betri leiðir í gegn. Hann ætlar að busta betur. Fyrstu svona 2 hreyfingarnar eru alveg svolítið svona, það er alveg lítið annað sem maður getur gert þarna í byrjuninni. Sjáum hvort hann er að halda. Ég er ekki alveg hann nær að reisa upp heldur, en þá rennur vinstri höndin af stað. Það er eiginlega að vera fljótur að koma vinstri fætinum upp, en það er ekki mikið. Síðan er maður rosalega fljótur á þessum gripum að svitna í gegnum kalkið. Svo að hann að sinni bara allt kalkið farið af höndunum hans.
reyna að sveifla fætinn út til hægri. Já. Það gæti eitthvað, þetta alveg erfið leið að lesa, sérstaklega svona úr fjarlægð, en ég held að það sé betra að ná vinstri hælnumu. En Já, frekar heldur en að já, því maður næri að setja svo mikla þyngd í hann að ég held að maður nái alveg að nota hann til að reisa sér upp í næsta kassa og já, hann fer hann. Hann missti fótinn samt, eða hvað? Já, það var alveg svona missti fótinn en var samt líka bara að renna á höndunum, þannig það var svona ekki alveg að ná nógu öruggu gripi til að reyna eitthvað að halda áfram, en Við sjáum líka að hann sveiflar höndunum, þannig að hann væntanlega að reyna aðeins að kæla hendurnar og það setni ekki alveg jafn mikið. Þessi gripur náttúrulega mjög fljótt að taka burtu kalk og skinn, þannig maður getur ekki eytt of miklum tíma á þeim. Þannig að hann strax kominn með hælkrókinu. Sleppur hún samt að fara út til vinstri. Já, hann eiginlega bara lekur hann af gripinu. Já, þannig að ég held að hælkrókinu mun hjálpa það að geta sett aðeins meira í, en samt kannski enda þetta bara en það alveg núna 50 sekúndur eftir, þannig að það ekki mikið tími. Þannig núna maður aftur heldur að bara rennur af vinstri höndinni þarna. Hittir ekki alveg. Þannig að 15 sekúndur eftir, hann svo bara... Hann aðeins farin að drífa sig núna, sko. Já. En þetta síðasta leiðin, þannig að það bara síðasta í sens. Já, og þarna erum við klukkunni búin. Jæja, þá það bara komið að síðasta keppnardag í síðustu leiðinni. Já, það sjáum við hann Daniel Labúð. Hann að segja smá úrlitsmið, þannig að hann gæti trufla hann á þessu úrliðum. Það reynir oft svolítið mikið á úrliðinu, að læsa úrliðinum, það halda ég á. En síðan hann rosalega sterkur og... Já, ég nefnilega, nú ekki með skilum hreinu, en það annarkvort Daniel eða Breki sem efstur. Já. Sem að Breki náði miðju í fyrstu leiðinni og topp í annarri. En Daniel náði topp í annarri og miðju í þriðju. Já. Það einmitt. En svo líka eftir kannski hvað já. Síðan það tilrauninu þá sem skiptir máli. Já, einmitt. Sjáum hvort hann vinni það sama og Heimir og tekur upp á hælkrókinn strax í byrjun. Það verður bara beint áfram. Þetta svolítið svipað og með aðra keppnir. Hann lítur á hendurnar. Þannig að ég var einmitt að spá hvort að finnst nú herbergið ekki óbúðslega fínt. Já. Ekki of heitt, en samt búin að vera að klifra þetta síðasta leiðin, þannig að... Ég held að sé alveg þegar maður orðið heitt, sko, þá maður fljótur að svitna í einu kalki, sérstaklega á svona gripum. Maður reynir að finna svona besta staði, en það gerist oft að þegar maður svona að reyna að finna að maður tekur bara allt kalkið af og maður hefur ekki mikið tíma með kalka í svona leiðum. Maður þarf eiginlega að reyna að drífa sig í gegnum þær. 2 mínútur eftir klukkunni. Næða, hann bara, hann sýnst mér á versta partinn og náði samt alveg haldið í smá stund. Já, hann alveg sterkur, en þetta greinilega
erfiðar aðstæður á þessum blokki? Já, bara ekki alveg að ná nógu miklu núningi á þessum gripum. Það bara... Það er bara lekur af þann. Já. Það er svo sé ekki að ná miklu gripi. Það er... Þannig ekki að reyna að busta núna. Já, það er rúmlega 1 mínúta eftir. Já. Það er líka sko, ég var sko að busta að hann sé að reyna að finna einhverja aðra lausn það sem hann er að gera eða? Já, það lítur út fyrir að hann er að hugsa en ákveður að ekki busta og fara bara strax aftur í þetta. Sem hann er alveg smá að þetta þessu en það er erfitt með enga fætur. Þeir núna er komið með 30 sekúndur eftir. Sjáum hann bara fæturnir renna þarna og þá fara hendurna með. Örugglega sé hann hún myndi ekki eyða of miklu skinni þar sem hann er að fara að keppa á morgun í opnu flokki líka. Já, hann keppir upp fyrir sig þar. Já, en já, bara það er einhver gripið annað.